Þessi þáttur unnin í samstarfi við samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Fiskeldi hefur aukist verulega á undanförnum árum hér á landi og allar áætlanir gera ráð fyrir miklum vexti á komandi árum. Fiskeldið viðamest á Vestfjörðum og Austurlandi og í báðum þessum landshlutum talað að fiskeldið sé viðspyrnan í atvinnulífinu. Mest framleiðslan á sunnanverðum Vestfjörðum. Alls var slátrað 22.500 tonnum á Vestfjörðum á árinu 2020, samanborið við 16.000 tonn árið 2019, sem 40% aukning. Til samanburðar má nefna að á árinu 2015 nam framleiðslan þar 3.000 tonnum og hefur hún þar með áttfaldast á þeim tíma. Í þessari þáttaröð verður fjallað starfsemi fiskeldisfyrirtækjanna fyrir vestan og austan og samfélagsleg áhrif atvinnugreinarinnar. Íbúum sveitarfélagana þar sem fiskeldi stundað fjölgar og mörg afleidd störf skapast. Með öðrum orðum, hvað þýðir það raunverulega að ný atvinnugrein sé að skjóta rótum í þessum landshlutum? Í síðasta þætti var fjallað fiskeldið á Vestfjörðum og samfélagslega áhrif. Við höldum því áfram í þessum þætti og þar á eftir ferðinni svo haldið austur. Atvinnulífið á Vestfjörðum stendur á margan hátt á krossgötum og ekki talið ólíklegt að alltaf 20% starfa á Vestfjörðum tengist atvinnugreininni. Tvö fyrirtæki með mestu umsvifin á Vestfjörðum, Arctic Fish og Arnarlax. Björn Hembre forstjóri Arnarlax og hann sér fram á verulegan vöxt fyrirtækisins á næstu árum. Arnarlax ble jo stiftet i 2010. Da begynte han å søke om konsesjoner og legge til rette for å produsere smolt. Man kjøpte et gammelt røyanlegg som ble gjort om til smoltanlegg i Taknafjorden. Og så ble det da klart til å sette ut smolt i den første smolten i 2015. Og det gjorde at den første slaktefisken kom til Bildudalur i 2016. Så de første tonnene med laks ble slaktet her i 2016. Hvorfor det interesse fra Norge til å komme hit med i Arnarlax? Hvorfor var det? Nei, det jo et interessant område. De norske investorene har jo trua på at det gode forhold for å produsere laks her. Det jo basert på at det rent vann, det gode temperaturer for produksjon, lite lakselus. Så det totale bildet jo positivt egentlig i forhold til mange områder ellers i verden. Etter hvert så i dag vi rundt 130 ansatte. Og veksten har jo gått litt sånn gradvis fram til der vi i dag og forventer i år å slakte 14 000 tonn med laks. Og sammen med vår gode nabo Arctic Fish så nå kommer 12 000 tonn, så da skal det 26 000 tonn med laks gjennom slakteriet i Bildudalur. Hvordan går det med å eksporte all den laksen? Det har jo vært krevende gjennom covid, først og fremst på grunn av endringer i markedet og derigjennom også da reduserte priser. Flyfrakt forsvant jo, det var jo veldig viktig for oss til Kina og USA. Så de markedene har jo vært helt bort, men holder på å ta seg opp igjen nå. Og egentlig samme med Europa, der folk sluttet å gå på restaurant og spiste hjemme. Så det påvirket jo markedet og prisene. Samtidig så hører vi til historien at det har gått historisk mye laks ut i markedet gjennom covid-perioden. Så det totale markedet for laks jo der, og vi tror at kanskje vi kommer styrket ut av covid når verden blir normal igjen. Men vil du si at infrastrukturen her i Vest-Island til stede? Rekker det for dere? Infrastrukturen jo noe som utvikler seg over tid. Og det klart, det var jo veldig mye infrastruktur som manglet når selskapet ble startet. Og så har jo ting begynt å bygge seg opp etter hvert. Det jo en næring som krever litt annen type infrastruktur enn annen
industrier med tanke på at vi skal håndtere for eksempel biprodukter fra slakteriet, som en ressurs og som må utnyttes. Så det må du ha en infrastruktur for. Du må ha en infrastruktur for å håndtere dødfisken, som det nødvendigvis blir litt av. Så det jo bygd opp. Og så vi selvsagt avhengig av den tradisjonelle infrastrukturen, sånn som veier, som selvsagt ikke de beste, sånn som det i dag. Men så ser vi jo tegn til forbedring, så vi får være litt tålmodige. Så vi jo heldige at vi har Baldur over Breidafjorden, da, som veldig viktig for oss, spesielt gjennom vinteren. Ja. Men hvordan går det for deg å få vel utdannet folk til å jobbe? Jo, det jo vi har jo klart det. Det litt mer krevende sikkert enn i Reykjavik, men samtidig så ser vi at vi har klart å rekruttere inn flinke folk, og det hender jo at vi må ut av Island for å få noe kompetanse også. Men stort sett så har vi klart å rekruttere innenlands, og legge egentlig stor vekt på det og prøve å rekruttere folk som blir med oss over tid, og som har langsiktige hensikter i selskapet, for det tror vi veldig positivt, da. Jeg snakker litt om langsiktige forhold. Hvordan ser du Arnarlax om 5 eller 10 år? Arnarlax om 10 år, da tror jeg selskapet har vokst. Vi jo avhengig av å få mer lisenser hvis det skal vokse. Vi har jo de 25 000 tonnene med biomasse som vi har i dag, og vi har jo søknader inn på mer, både i Arnarfjorden og i Ísafjordur, sammen med flere. Og så tror vi jo at de vurderingene som islandske havforskninger gjør, da Havro, med tanke på bærekraft i fjordene i forhold til organisk belastning og i forhold til den risk assessmenten som gjøres imot eventuell rømming, at det parametre som kan økes etter hvert hvis vi klarer å drifte på en god måte som vi prøver å legge stor vekt på. Så at og da bør det være potensialet for stor vekst, og vi ønsker selvsagt å være en del av den veksten. Ja. Nå har man ganske lang erfaring fra Norge i det. Det noe som, ja sikkert, men hva det nordmenn kan liksom bidra til Island for å unngå eller ikke gjøre de feilene som dere gjorde den gangen? Ja, det har jo litt to sider. Det ene jo det på en måte det rent operasjonelle, der vi på en måte henter litt kompetanse fra Norge som med vante folk, rett og slett, folk som erfaren. Og så det jo på en måte den strukturen og det rammeverket som myndighetene lager, som kanskje kan oppleves som litt prematurt, enda på Island, da. Já, forstjóri Arnarlax sér fyrir sér aukið umsvif og hann kallar eftir uppbyggingu ýmissa innviða. Þetta Hótel Vest á Patreksfirði. Hótelið opið allan ársins hring og ástæðan að stórum hluta starfsemi fiskeldis fyrirtækjara fyrir vestan. Að koma hérna menn sem hérna langdölum og svo koma menn fræðingar alls konar og alls konar fólk sem á erindi og að vinna fyrir fiskeldisfyrirtækin og það gistir hjá okkur og hérna þannig að við finnum vel fyrir þessar atvinnugrein hér. Og það sjálfsagt þá kannski telur sérstaklega yfir vetratíman þegar það minni traffík? Það má segja eiginlega það ekki endilega við vetratíma. Það frekar að vorinu og fram eftir sumri. Það fer eftir hve mikil vinnan hjá þeim. En sumir langdölum og styttra.
En núna svona, sumarvertíðin að hefjast svona, hún handan við hornið. Hvernig eru bókanir? Það bara nokkuð góðar. Og svona ég hef tilfinningu fyrir því að þær bókanir sem eru komnar standist. Það búið að vera heilmikið að bókanir, en þetta er allt að koma. Og það verður þá útlendingar áberandi hjá þér í sumar? Þetta svolítið blandað. En útlendingarnir eru meira að bóka fram á haustið. Þannig að, og ég gerir mér vonur að það verði svo. En hérna á Patreksfirði, hvernig að vera hér með atvinnurekstur og bara búa á Patreksfirði? Þetta góður staður? Já, þetta góður staður. Ég náttúrulega fatt hér á uppalinn og man nú tíman að tvenna. En það gott að vera hérna og það svo skemmtilegt og notalegt þá núna að svo eftir að fiskeldi kemur hérna að það færist svo mikið líf í allt. Það unga fólki að koma tilbaka og maður hittir hérna og sér ungu mæðurna að labba með börnin sín og trimma með vagnuna. Það bara dásamlegt. Ef að ungt fólk myndi nú spyrja því hvort það ætti að flytjast vestur þá á Patró, hvað myndur þú segja við það fólk? Ég myndi segja því að koma og pröfa. Endilega. Því að þetta fólk sem að þekkir ekki að búa í litlum þorpum, það kannski svolítið yfirþyrmandi fyrir það að koma, en það alveg þess virði að koma og pröfa í 1 ár eða svo og sjá svo til. Því að hér getur fólki líðið mjög vel. Og hérna í raun og veru allt til alls ef að út í það farið? Ég segi það nú ekki, en við bara hugum okkur eftir því. Og svo skroppið í burtu og þá farið og verslað og gert það sem gera þarf. En þetta ekki eins og við sem eyðeyju sem að við komumst ekki nokkuð skapaðan hlut frá. Enda lífið nú almennt ekki þannig? Nei, það nú bara þannig. Hér á Tálknafirði stærsta köfunarþjónustu fyrirtæki landsins, Sjótækni. Hér starfa 9 atvinnukafarar og þeirra helstu verkefni eru tengd fiskeldinu. Ég verður sennilega svona 20 núna í sumar, sýnist mér vera kannalati, fram á haust. Og þarftu að hafa svolítið sérhæft starfsfólk? Já, sumileyti að það. Hér eru vélstjórar og skipstjórar og kafarar og það náttúrufræðingur hérna og það við erum með bæði fólk menntað háskólanum og tækniskólanum og víðar, þannig að, Ertu að fá til þín þá sem þú þarft? Eða vantar við fólki vinn? Það misjafnt og það okkur vantar átt fólk en það auðvitað ekki sama hvaða reynslu eða þekkingu það hefur. Þannig ef að bankar upp á manneskja með kannski segja með ákveðna reynslu og þekkingu þá yfirleitt þörf og pláss fyrir slíkt. En ekki hvern sem í sjálfu sér. En við höfum ráðið alla til okkar sem hafa sótt vinnu heimamenn, má segja. Og höldum auðvitað í þá eins og við getum, en við höfum þurft að leita aðeins út fyrir svæðið líka, það þannig. Ef fiskeldisins nýrtæki við, hvað væri þetta þá stórt fyrirtæki heldur? Það væri þetta 4-5 manna fyrirtæki, held ég. Það fiskeldi drifkrafturinn og burðarstoðin í þessum rekstri í dag hjá okkur, algjörlega. Þannig að það væri ekki fyrir fiskeldi þá væri við ekki, væri til dæmis ekki bara á þessu svæði hér, til dæmis með okkar starfsemi. Þannig að þessir 18-20 starfsmenn sem eru í okkur hér, þeir hefðu ekki atvinnu hér, það alveg klart. Hvernig sérðu Sjótækni þróast? Hvar sérðu þetta fyrirtæki eftir 5-10 ár til þess? Ég vona að við bæði berum gæfu til þess og traust okkar viðskiptavina til að fá að halda fram að eflast hérna og vonandi bara fá við að stækka einhverju hlutfalli við aukna starfsemi fiskeldis á svæðinu. Frá Tálknafirði, þar sem þetta viðtal var tekið, liggur leið okkar til Patreksfjarðar. Útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækið Oddi hérna á Patreksfirði hefur verið burðarásinn í atvinnulífinu og núna Oddi kominn út í vinnslum á laxi sem að alinn hérna fyrir vestan. Í hverju förum við í laxinn? Það náttúrulega
í beinu framhaldi af því töldum við það skynsamlegt og fælist í því mikil tækifæri að nýta þetta hráefni sem að koma hér upp á bryggjurnar núna allt árið í kring eftir að fyrirtækin hér hófu þetta öfluga eldi. Þannig að við sem vinnslufyrirtæki sem erum að vinna fisk við töldum að við ættum fullt erindi í það. Tækjabúnaðurinn sem að þið fjárfestið í, þetta sérhæfður tækjabúnaður og nýjasta nýtt? Já, þetta alveg sérhæfður tækjabúnaður. Við getum ekki nýtt, nánast ekki neitt af því sem við erum að nota í hvítfiskinum fyrir laxinn og þannig að við fórum þá leið að kaupa allt nýtt og fórum í samstarf við Marel með það og erum með svona það nýjasta sem að Marel hefur upp á að bjóða í laxavinnslu. Þeir eru búin að vera mikið í því í Evrópu og þannig að það var fjárfest í tækju frá Marel og eingöngu fyrir lax eða bleikfisk. En hvers konar vinnsla þetta og á hvaða markaði eru þið að einblína á? Sko, vinnsla sem við byrjum á er bara flakavinnsla fyrir ferskfiskmarkaðina, þannig að við erum að fá fisk hérna á morgnana, hann slátraður morguninn, við fáum hann morguninn til okkar líka. Hann því ekki kominn í gegnum svo kallað dauðastjörnun og kallast pre-recall, það er fyrir dauðastjörnun. Það svona sérmarkað sem byrjaði fyrir svona 3-4 árum út í Evrópu. Þannig að við erum að framleiða hérna fiskinn samdægus og honum slátrað og hann farinn frá okkur samdægus. Og þetta fyrst og fremst á flök í mismunandi snyrtingafasa, trim eins og kallað Þetta fyrst og fremst þetta sem við byrjum á. Við erum síðan að fikra okkur áfram með meiri vinnslu, beinhreinsun og pökkun, svo kallað mapppökkun og vakuumpökkun og fleira sem svona á tilraunastigi eins og en fyrst og fremst þetta fiskur eins nýr og hann mögulega getur verið. En þetta svolítið svona nýtt fyrir ykkur þannig lagað og þetta eru markaðir sem að þið eru þá svona að feta ykkur inn á? Já, við erum að feta ykkur inn á markað og við svo sem erum óheppin á því hlutum til að við byrjum þegar þetta COVID ástand á mörkuðum og þannig að byrjunin kannski tekur lengri tíma heldur en við sáum fyrir en þetta þarf bara þolinmæði en þetta eru alveg nýjir markaðir, hluta til þetta sömu markaðir og notum í hvítfiskinum, hluta til þetta líka sömu viðskiptavinir sem við höfum haft til 10 ára. Þannig að þetta svo sem allt saman bara matvæli sem að fara annaðhvort inn á veitingastæði eða í búðir eða þjónustu, matvælaþjónustu. Skjöldur segir að ráðið hafi verið menntað fólk að vinnslunni þótt margt sé líkt með vinnslu á laxi og hvítfiski. Áfram höldum við að fjalla fiskeldi á Vestfjörðum og samfélagsleg áhrif atvinnugreinarinnar. Þetta Sláturhús Arnarlax á Bíldudal sem Arctic Fish nýtir einnig. Hér það hátæknin sem áberandi. Afkastageta henni mikil og margir stórir flutningabílar fara daglega héðan, fulllestaðir með afurðir. Yfir daginn getum við verið að taka svona upp undir 140–150 tonn þegar við erum að keyra á 2 vöktum og svona 90–100 tonn á einni vakt. Hversu margir fiskar eru það þá sem að fara svona í gegn á einni mínútu það bil? Sko, það svona á bilinu 38–41 fiskur á mínútu. Og laxinn frá 4,5 upp í 5,5 kíló og afkastagetan stýri svolítið af stærðinni. Hversu lengi fiskurinn að fara í gegnum vinnsluna þar til hann bara kominn út í bíl á leiðin til útlanda? Við sækjum fiskinn út í Kvíarnar með brunnbát og brunnbáturinn kemur með hann lifandi hérna í land. Þannig að fiskurinn eins ferskur og hægt Hann dælir honum inn og á innan við 45 mínútum fiskurinn kominn niður undir 0 gráðurnar og ísaður í fröflaskassa. Þetta ansi mikil tækni sem í vinnslunni. Þetta há tækni á margan hátt. Já, við erum að nota búnað frá öllum helstu framleiðendum í fiskiðnaðinum, Bater, Skaganum, 3Rex, Marel og Sami. Og erum með
þann búnað sem best hentar í þessa vinnslu sem við höfum hérna. Fiskeldið í örum vexti, það kallar á að þið hljótið að vera að undirbúa það að auka við vinnsluna? Það liggur svona í augum uppi að við getum þurft að gera það. Við tökum hérna í fyrra, í gegnum vinnsluna 19.000 tonn. Á þessu ári erum við vonað að taka 25-27.000 tonn og á næstu 3-4 árum upp til 30.000 tonn og þar erum við komnir í hámarkið í vinnslunni hérna. Og þannig að það liggur við að við þurfum að gera einhverjar breytingar á húsakosti eða stækka við okkur. Það í að vinna svona á bilinu 25-30 manns á hverri vakt, hversu stór vinnustaður þetta og hversu stór vinnustaður verður þetta þá svona eftir 1-2-3 ár? Sko, ég á vonaði að við bætum ekkert mikið meira í fólki hérna í vinnslunni en við verðum upp undir 70 manns þegar við erum á 2 vöktunum frá og með júlí á þessu ári. Mikil ásókn í störfin hjá ykkur? Það mikið sótt en það ekki mikið húsnæði á svæðinu þannig að það erfitt að fylla í alla stöður sem við þurfum og það vantar náttúrulega bara meiri uppbyggingu á svæðið, meiri innviðauppbyggingu og hún náttúrulega í gangi og mjög spennandi fyrir sveitarfélagið að hafa svona mikið af störfum held ég sko. En þú ert sem sagt með nokkuð bara langan biðlista þar sem fólk vill koma hérna og starfa? Ég með upp undir 40 til 50, 60, 70 manns frá hverjum tímapunkti sem að sækja vinnu. Íslendingar, fólk erlendum uppruna, alls konar fólk. Það eru vöruflutningabílar hérna fyrir utan. Hversu margir trailerar fara frá ykkur þá á hverjum degi? Það eru á bilinu 6-10 trailerar á dag. Á einni vaktinni þetta 6-7 trailerar og á 2 vöktunum upp undir 10. Hvert hráefnið svona almennt að fara? Það nú bara út allan heim. Við sendum þetta til Bandaríkjanna, Evrópu, við sendum flugfisk til Kína, það fer skipafisk til Bretlands, það bara út allt. Og þetta allt saman ferskur fiskur sem að fara og þá þarf vinnslan að vera nokkuð hröð og afhendingin. Já, hver einsti dagur í afhendingatíma, hann skiptir mjög miklu máli og fiskurinn frá okkur að koma það bil 6-8 daga gamall inn á markaðinn í Evrópu til dæmis. Flugfiskurinn að koma 2-3 daga gamall en það mjög gott geymsluþol á laxinum og sérstaklega á laxinum frá okkur vegna þess að hann undirkældur með búnaði frá 3 skaganum og mjög gott hráefni. Hvernig gengur ykkur í öllum þessum hraða að halda í gæðin? Hvernig þeim málum háttað hjá ykkur með allt eftirlit og alla staðla sem þið þurfa að vinna eftir? Uppstillingin á vinnslunni bara hönnuð fyrir þennan hraða, þannig að það bara betra því hraða sem við vinnum hann. Við stýrum hráefninu í rauninni bara þannig inn í vinnsluna að það kuldinn eða hitastigið á fisknum sem stýrir hraðanum. Ef við náum honum niður fyrir 0, þá getum við senda hann frá okkur, annars þurfum við að hægja á okkur. Hvað segir kúnninn? Þetta hágæða vara sem þið eru að selja? Þetta hágæða vara. Og það gaman að vinna þannig umhverfi? Það mjög gaman. Það ekki hægt að segja annað en að líflegt sé að litast við höfnina á Bíldudal sem verið að stækka vegna stóraukinna umsvifa. Náttúrulega mest tvíbytnur sem taka mikið pláss og eru nokkuð margir og fylla yfirleitt höfnina á kvöldin þegar þeir koma á landi og svo þeir bara farnir morguninn og að sinna sínu starfi út á sjó. En hvernig eru þið í stakk búin til þess að mæta þessum auknu umsvifum? Við náttúrulega erum nýbúin að stækka höfnina svolítið og það væri allt til að gera kannski meira inn í höfninni til þess að hafa meira pláss fyrir þessa þjónustubáta og náttúrulega svo strandveiðibátarnir byrjaði líka. Þannig að það þarf að halda áfram. Stækkunum á höfninni, þeim lokið? Stækkunin lokið þannig að það búið að lengja kantinn í ákveðna átt og nú á eftir að steypa þekjuna og svo verið að bæta við landfyllingu þar fyrir utan sem að þá nýtist kalkinu
og bænum öllum sem uppfylling fyrir byggingasvæði. Þannig að aðstaðan hún hefur batnað töluvert svona á undanförnum misserum? Ég myndi segja að hún myndi hafa batnað 96% ef ég fæ 20-30% viðbót. En því spáð að fiskeldi það vaxi enn frekar á næstu árum. Hvað þýðir það fyrir höfnina? Það þýðir náttúrulega bara það að við þurfum að endurskipuleggja allt eiginlega hafnarsvæðið til þess að mæta því. Ef þú horfir svona til framtíðar, þá bara uppgangur hér svona áframhaldandi í höfninni? Áframhaldandi í höfninni, já, uppgangur í höfninni og svo bara meira af byggja af íbúðarhúsum fyrir fólk sem vil koma á staðinn. En hvað með samgöngu til Bíldudals? Samgöngur til Bíldudals að lagast með því að koma Dynjandisheiðinni á kortið og Bíldudalsvegi. Það þarf að koma Bíldudalsvegi upp á Dynjandisheiði sem fyrst á leiðinu suður. En sérðu fyrir þér að þetta verði í auknum mæli útflutningshöfn, að hingað komi fraktskip til þess að ná í afurðir? Það koma náttúrulega fraktskip á Bíldudal með vöru bæði fóður og taka eins og kalkið í burtu og svo hlýtur það að koma á endanum að einhvers konar lax að fara með fraktskipum í burtu. Þjóðvegakerfið held ég taki ekki alveg við öllum trailerunum á vegina. Og þá til Tálknafjarðar en þar eru kvíar Arctic Fish. Ísak Óli Óskarsson stöðvarstjóri. Hann segir að með rafrænum hætti sé hægt að fylgjast vel með lífinu í kvíunum. Hann segir jafnframt að alltaf vanti fólk til starfa. Fyrir vestan sé gott að búa og umhverfið fjölskylduvænt. Jú, við erum með 2 myndavélar á hverju kví og svo í prammanum líka myndavél. En það alveg hægt að fylgjast með þessu úr landi og vita nákvæmlega hvað að gerast? Já, við fylgjumst með alla daga. Hvað fiskurinn orðinn stór þegar þið slátrið honum? Svona 5 og upp í 7 kíló. Þegar ég sé að það grásleppa ofan í kvíunum, segðu mér aðeins hver tilgangurinn með því? Grásleppan, hún á borða lýs. Bara eins og í öllu hafinu og flestu öllum fiskitegundum. Þá fylgir honum lús, kemur ákveðið tímabil og hún hjálpar til. Hún borðar lýsnar af laxinum. Hún með ákveðin svona, við erum með grásleppu skjól, svo við kallum það, ofan í kvíunum sem líkist þara. Hún festir sig þar á og laxinn syndir í gegn svona hálfpartinn eins og þvottastöð, sko. Finnur þið fyrir svona fordómum hjá Íslandingum varðandi fiskeldi? Já, sums staðar. Ég var náttúrulega rosa háar umræða fiskeldi en að mestu leyti þá bara allir mjög jákvæðir eins og hérna á Patró og Tálknafirði í bæjarfélögunum allir mjög jákvæðir, sko. Það er bara gert gott fyrir okkur. Oft talaðum að þessi viðspyrna í atvinnulífinu tekur undir það? Já, klárlega. Ekki spurning. Værir þú hér ef það væri ekki fiskeldi? Ég byggi hérna en bara alveg eins og áður en ég byrjaði að starfa hér þá var mitt starf í Grindavík. Arctic Fish býði mér upp á að starfa í heimabyggð. Mjög fínt starf, gott starfsumhverfi. Ég get sótt börnin mín á leikskólann. En það alltaf pláss fyrir fleiri? Já, alveg klárlega. Okkur vantar alltaf fólk og auglýsum stanslaust eftir fólki. En það klárlega vöntun á fólki í alls konar. Hvað besta við að búa hérna? Á Patreksfirði, fallegt umhverfi, gott fólk og frjálst. Svo erum við börn hérna. Ég náttúrulega ólst hérna upp sem barn og 8 ára strákurinn minn, hann bara fer í skólan á morgnana og svo kemur hann heim í kvöldmatt kl. 7, sko. Og engar áhyggjur, hann bara út að leika sér. Og sama, ég 4 ára dóttir sem hann farin að fara bara út að leika, sko. Stutt í allt og ekkert stress. Ferðaþjónustufyrirtækið Vestfjörð Adventure hefur vaxið ár frá ári, enda náttúra Vestfjarða rómuð. Gunnþórunn Bender, framkvæmdastjóri, segir að jákvæðra áhrifa fiskeldisins gæti víða á Vestfjörðum. Hún starfrækir meðal annars bílaleigu sem nýtur góðs af fiskeldinu.
hvert sem litið það alls staðar vantar gott fólk í vinnu og það er búið að vera mikil fólksfjölgun undanfarin ár. Mikið af barnafólki, fjölskyldufólki sem hefur flutt vestur í tengslu við fiskeldið. Og að sama skapi þá hefur húsnæðisverð hækkað mjög mikið og mér finnst einhvern veginn undanfarin ár, allavega frá því ég kom til Patreksfjarðar 2008, að þá hefur mér fundist fleiri vera á því að þetta svona staður þar sem það ætla að vera í framtíðinni. Mér fannst svolítið þegar ég var að koma 2008 þá voru margir í þeirri stöðu ætlaðir að vera, ætlaðir að fara. Það var ekki eins blómlegt lífi þá og ekki eins mikið að vera og ekki eins mikla framkvæmdir og margt í gangi. Þannig að mér finnst svona, undanfarin ár og þá fólk búið ákveðið að ætla sér að vera hérna, það ætla sér að ala upp börnin sín hérna og fyrir vikið og þá það að gera upp húsi sín og það að gera snyrtil í kringu sig, gera garðana fína, þannig að þetta einhvern veginn helst allt í hendur. Nú ert þú að reka ferðaþjónustufyrirtæki og bílaleigu. Finnurðu fyrir aukningu bara í rekstrinum hjá þér? Já, alveg tvímælalaust. Það hefur verið, það aukning ár eftir ár og það að einhverju leyti tengt fiskeldinu að það meiri umsvif í bænum og það meira fólk og það náttúrulega bæði búin að skapast út af fiskeldinu mjög mörg beinstörf en líka óbeinstörf. Þannig að og maður finnur fyrir því. Höldum þessu næst út í Kvíar-Arnarlax skammt frá Bíldudal. Já, og það skortir ekkert á blessaða blíðuna þennan daginn. Hérna má segja að 2 kynslóðir mætist. Rúnar Örn Gíslason svæðisstjóri og nýkominn til starfa. Arnar Þórðarsson skipstjóri og hefur unnið í nokkur ár að uppbyggingunni. Rúnar Örn, þú ert svæðisstjóri hérna. Í hverju felst það? Það felst bara í almennri yfirsjón með svæðinu. Skipulagningu og yfirfara á mannskapi, passa allt sé bara í tipp-topp. Þegar þú ert að tala svæðið, þá nokkrar kvíar? Já, þá það kvíarnar sem liggja út á sjó og pramminn og bara allt sem í kringum það. Arna, kvíarnar hérna sem þær nú nokkrar hérna í firðinum. Þetta risamannvirki? Já, þetta risamannvirki. Við erum til dæmis með 13 kvíar hérna á Steirnesi. Og hver kví 160 metrar í ummál og cirka 30 metrar dýpt netið. Þannig að þetta bara nokkur 100.000 fiskar sem hérna bara undir? Já, við erum með svona 130 til 60.000 fiska í hverju kví. Þú ert búin að starfa hérna nokkuð lengi, fluttir heim getum við sagt? Já, akkurat. Ég kem aftur á Bíldudal 2015 og þá búinn að vera núna í að verða 6 ár. Það hefur breyst mikið, öll starfsemin, hún breytist mikið. Já, þetta hefur breyst bara á þessum 6 árum mjög mikið, bæði búnaður og aðstaða og annað til þess betra. Rúnar, dæmigerður dagur hjá þér út á hvað gengur hann? Hann gengur bara út á vanlega daglega rútínu en núna í svæðisstjórnum þá ég tiltölulega nýbyrjaður þannig að hann hefur verið svolítið misjafn daglegu dagur. Það getur verið allt frá fundum og skipulagningu yfir í að mæta bara út á sjó og vera með strákunum og passa allt sé eins og maður vill hafa það. En að ég sjá til þess að það sé allt í lagi í kvíunum, þetta þó nokkuð flókin starfsemi. Það nú eins gott að allt sé tipp-topp. Það nefnilega eins gott. Þetta gríðarlegur peningur í hverju kví og hver klúður sem stoppar fóðrun í sekundur til mínútur og það bara rándýrt þegar kemur að stækkun á fiski. Þannig að maður svona reynir á þekkinguna og reynsluna á kvíunum að allt sé bara eins og maður vill hafa það. Ekkert sé að stoppa fóðrun. Það 1, 2 og 3. Þetta stressandi starf þá svolítið? Þetta mjög stressandi starf og getur alveg verið það. En það líka mjög gefandi.
Að vera í blíðu eins og í dag út á sjó er bara gjöf. Arnar, að fylgjast með öllum þessum uppgangi, fiskeldi hérna fyrir vestan, ef að segja þetta hafi verið ævintýri líkast? Já, ég myndi segja það. Þetta búið að vera ekki taka mörg ár að byggja þetta allt upp og bara forréttindi að fá að taka þátt í þessu. En svona, mannlífið heima á Bíldudal, rétt hérna í firðinum, hverju hefur þetta breytt í raun og veru? Það bjartsýni ríkjandi heyri maður. Já, það töluverð bjartsýni og fólk að flytja til staðarins, mikið ungt fólk og íbúðaverð hefur hækkað töluvert og þetta bara jákvætt á alla staði. Vestfjarðastofa hefur fylgst með þróun fiskeldisins og samfélagslegum áhrifum. Guðrún Anna Finnbogadóttir, verkefnastjóri, segir að áhrifa fiskeldisins gæti víða, sérstaklega á sunnanverðum Vestfjörðum. Það augljóst að sjálfsögðu að hér hefur fjölgað störfum og hér hafa opnast ný tækifæri. Fiskeldi svolítið skemmtileg grein að því leyti, við höfum marga firði, kvíarnar dreifast á firðina sem þýðir að það þarf að þjónusta þá frá hverjum stað sem hentar mjög vel samfélagi sem byggir á strandlífi og litlum bæjum hér vítt og breyttum Vestfirði. Þannig að landfræðilega fiskeldi mjög hentug atvinnustarfsemi fyrir Vestfirði. Svo aftur á móti sjáum við náttúrulega hliðarstörfin og hér var gerð könnun og þar kemur í ljós að aðrar greinar á svæðinu og fólki á svæðinu ánægt með fiskeldi hvað það varðar að það telur að það styrki önnur störf og önnur fyrirtæki og þar sjáum við þetta fiskeldi náttúrulega fiskeldi í kvíum út á sjó en svo þetta hér gríðarlega stór seiðaeldisstöð sem örugglega heimsmælikvarða bara að skora hátt og síðan erum við með að sjálfsögðu þjónustufyrirtæki eins og sjótækni og fleiri fyrirtæki. Þannig að við sjáum líka tækifærin svona á jaðrinum við fiskeldið og við sjáum kannski meira það að nú hafa skapast kannski fjölbreyttari störf þannig að hjón eiga auðveldara með að koma tilbaka og báðir aðilar fá störf sem alltaf lykilatriði. Hvernig Vestfjarðastofa að fylgjast með þróuninni og hvaða áhrif fiskeldið hefur þá á atvinnulífið og mannlífið? Sko, mitt starf að hluta til að fylgjast með fiskeldi og fara yfir það hvað þetta að gera fyrir samfélagin og á síðastliðnu ári þá lögðum við fyrir könnun hérna á svæðinu viðhorfskönnun samgöngur og fiskeldi og út úr því koma ákveðnar vísbendingar sem við erum síðan að nýta í okkar starfi áfram og það hefur bara sest niður með sveitarfélögunum og haldnir fundir þar sem sveitarstjórn og fólk hefur fengið að bara fara yfir þetta í rólegheitum með okkur hvað eru tækifæri og hvað getum við nýtt af þessu. Síðan var unnin skýrsla með KPMG og þar sem voru að fara yfir svona hagtölur, hvað hefur þetta þýtt fyrir Vestfirði. Árið 2017 unnið sambærilega skýrslu nema það var svona framtíðamat, hvað myndi gerast ef kemur fiskeldi í Ísafjarðardjúpi. Við hins vegar ákváðum að taka núna Vestfirði, alla að sjálfsögðu og þá erum við allt í einu komið með rauntölur. Þannig að nú erum við með rauntölur það hvað fiskeldið að gera fyrir okkur og hvernig hefur þessi spá sem var lögð fram á sínum tíma ræst. Og þar kannski erum við svolítið að horfa á til dæmis að miðað við væntingar þá hefðum við talið að hliðarstörf og áhrifin yrðu 2,4 einstaklingar á móti hverju starfi í fiskeldinu en niðurstaðan að sýna að það aðeins 1,8. Þannig að þetta með fjölbreytni starfa, það sannarlega fjölbreytt störf en að sjálfsögðu viljum við fá alla flóruna. Við viljum fá eftirlitsstörfin, við viljum fá rannsóknarstörfin í ríkari mæli hérna á svæði. Enda mjög eðlilegt og að við skoðum sambærilega tölur í Noregi að þá miðað við það magn sem hefur verið að framleiða hér að þá ættum við að vera með 30 sérfræðinga eða eftirlitsaðila í fiskeldi á svæðinu nú þegar. Þeir ná því ekki, fjarri því reyndar.
ennþá. Núna á þessum tímapunkti það fjölgar störfum að sér hratt í fiskeldinu, en ég bara fiskeldisfyrirtækin sjálf greinin, hversu mörg eru störfin þar ef við undanskiljum afleiddu-störfin? Það nefnilega núna vorum við að skoða bara tölur og Arnarlax gaf út skýrslu sitt skattaspor og þar kemur fram að það eru orðnir 150 starfsmenn hjá Arnarlaxi. Á sunnanverðu Vestfjörðum hefur Arnarlax 15% af vinnandi fólki á launaskrá hjá sér sem heilmikið. Síðan Arctic Fish sem er fyrirtæki sem rauninni bara rétt að komast inn. Það bara búið að vera ala sem fisk og hann kom til slátrunar á síðasta ári. Þannig að núna það að fara að tikka inn með meiri krafti og varlega áætlað teljum við alveg 20% af störfum á sunnanverðu Vestfjörðum eru einhvern hátt tengt fiskeldi. Við sjáum fyrir okkur, fyrir alla Vestfirði, þegar að eldið komið í gang eins og í Ísafjarðardjúpi, að þá muni þetta verða kannski ykkur 20% og meðan við svona einhverja tölur 1850 manns hafi beint óbeint ykkur hag af því að þessi stunda fiskeldi. Þá gott að hafa í huga að við erum aðeins 7000 og þannig að við getum séð fyrir okkur að ég á ekki vona á að við séum að fara að verða 8800 endilega. En hins vegar sjáum við að það mun vera hliðrun, þannig að það mun væntanlega fjölga á Vestfjörðum, allavega standa vel í stað og störfin verður fjölbreyttari. Hérna setjum við punktinn við fiskeldi á Vestfjörðum og samfélagsleg áhrif þess. Í næstu 2 þáttum beinum við svo kastljósinu að fiskeldi á Austfjörðum og samfélagslegum áhrifum greinarinnar. Þessi þáttur var unnin í samstarfi við Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi.